Halleluja. Takk Jesús. Og þetta var jólabænin í ár. Svona verður jólabænir framvegis. Það bara þannig. Nákvæmlega, við erum kannski svolítið ójólaleg hérna í Smárakirkju, en málið það, við erum jólaleg alla sunnudaga. Amen. En næstu helgi ætlum við reyndar að vera rosalega jólaleg og syngja jólasálma sem við elskum líka. En við höfum það mjög afmarkað, það er bara næsta sunnudag, svo ekki meir. Við viljum bara þetta nýja ferska sem að Guð er að gefa. Halleluja. Og vinir, í dag erum við að halda upp á fæðingu frelsaras okkar. Og þvílík náð og þvílík miskunn að fá að tilheyra honum. Vitið það, ég er bara síðustu daga, síðustu vikur, Guð er bara einhvern veginn búin að kveikja nýjan eld og nýjan kærleika í mínu hjarta. Og ég er bara svo þakklátt, ég er þakklátt fyrir ykkur, ég er þakklátt fyrir fólk sem er tilbúið að bera byrðar í Guðsríkinu og bara leita eftir því sem að meira er. Og mér langar bara að leggja áherslu á það í dag, vinir, að hann fæddist ekki bara á jólunum, hann líka óx úr grasi. Og þegar hann var orðinn fulltíða, hvað gerði hann þá? Hann steig inn í sína þjónustu. Og við eigum að feta í hans fótspor. Vinir, við eigum líka, þegar við erum orðin fulltíða andegir hermenn, þá eigum við að stíga inn í þjónustu. Má ég heyra amen? Það er bara þannig, það er biblíulegt. Og mér langar til þess að tala þetta. Jesús sagði, ég mun byggja kirkju mín og hlið heljar verða henni ekki yfirsterkari. Þessi opinberun á það að Jesús Kristur er sannarlega sonur lifanda Guðs. Halleluja. Og undanfarið, síðustu vikur, þá ég búin að vera að hugsa svolítið kirkju Guðs. Og út af við erum á einhvers konar núllpunkti. Guð er einhvern veginn búin að hrista allt sem hægt er að hrista. Og vitið það, þegar Guð er að hrista og brjóta niður mannanna verk, þá er mjög mikilvægt að við tökum eftir því sem hann er að gera og það sem hann er að segja. Og vitið það, ég held að kirkjan þurfa að snúa sér aftur. Við þurfum að breyta taktík og við þurfum að fara að keppa eftir því sem er það efra. Ekki eftir einhverju sem við höfum alltaf gert, ekki business as usual, ekki mannanna verk, heldur hans verk. Já, ég held að við séum bara öll til í þetta. Ég held að sé þannig. Og vitið það, í dag á sunnudögum allan heim, þá eru mörg 100 milljónir manna sem sækja kirkju. Mörg 100 milljónir. Við erum að tala það eru fleiri sem sækja kirkju heldur nokkuð tíman fótboltaleiki. Ég er bara að nefna það. Það er HM. Og það á ekki að vera skurðgoð í okkar lífum. Hint, Gunnar og Alli. Ég er að djóka. Þeir eru yndislegir, en þeir eru ekki alveg búin að átta sig á þessu. En svona í alvörinu talað, vitið það er ástæða fyrir því að fólk kemur saman. En vitið það, kirkjan er í krísu í dag. Og það er út af einhverju sem að kirkjan er í krísu. Og vinir, það er ekki endilega formið á kirkjunni. Það er að segja hvernig við gerum samkomur, 3 lög hér, bæn hér, þið vitið, það er ekki heilagt, inntakið er heilagt. Við eigum að koma saman, en við eigum að láta Guð byggja kirkjuna. Jesú á að byggja kirkjuna. Halleluja, ekki minn vilja, heldur hans vilja. Og mér langar að fara í 5 atriði hér í dag, þar sem að við förum yfir af hverju Guð vill byggja kirkju sína og hver tilgangurinn er. Ég heyrði prédikun daginn og það var einmitt þetta, hvernig Guð vill nota kirkju sína til þess að gefa fólki tæki og tól til þess ekki bara að nýta fyrir sjálfa sig, heldur til þess að taka út fyrir dyrnar. Vitið að kirkjan á ekki bara verið í einhverjum þægilegum stóla, þetta by the way, bestu stólar sem hægt er að finna í kirkjum eru hér. Við þyrftum kannski að laga það. Halleluja. Út af því að það er gott að vera ekki í of miklum þægindum. Við eigum að fara út. En kíkjum aðeins á, mér langar til þess að fara í Matteus 22:37. Og þetta er Jesú að tala. Jesú svaraði honum, elska skatt út drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er hliðstætt þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Halleluja.
Vinir, eins og við vitum að þá getur verið svo margt sem er kjarni lífs okkar. Það getur verið fjölskyldan okkar og auðvitað hún hluta kjarnanu sem við eigum að hafa í líf okkar. Það getur verið peningar. Vinir, það ekkert að peningum, svo lengi sem að þeir stjórna ekki okkur. Vinir, það getur verið fram okkar, það getur verið völd, það getur verið svo margt sem að tekur fókusin frá drottni. En vinir, fókusin á líf okkar, sönn lofgjörð, það að gera Guð að kjarna lífsins. Guð í forgrunni. Og þegar við lofum Guð og við fáum að sjá þetta svolítið mikið að samkomi þar sem við lyftum nafninu og við einbeitum okkur á Guði. Lofgjörð í rauninni að gera Guð að kjarna lífsins. Á hverjum degi. Guð á að vera kjarnin. Þá allt að snúast í kringum Guð. Það lofgjörð. Og vitið það mér svo dásamlegt að hafa fengið alast upp í trúnni út af því að Guð bara einhvern veginn í öllum hugsunum mínum hvað sem Hann aldrei langt frá mér. Og vitið að Guð á að vera í öllu. Það lofgjörð. Vinir, lofgjörð ekki bara orðin tóm. Það ekki bara eitthvað lip service. Þá vera við. Við erum lofgjörð til drottins. Og þegar við göngum í gegnum erfiðleika og við förum að lyfta upp nafni drottins, það lofgjörð, vinir. Það sönn lofgjörð. Þannig að, vinir, kirkjufjölskylda og já, þegar við tökum á móti Jesú, þá fæðumst við inn í nýja fjölskyldu. Við fæðumst inn í hans fjölskyldu. Þess vegna stendur hérna velkomin heim. Veitu, alveg eins og það mikilvægt að eiga náttúrulegu fjölskyldu, þá svo mikilvægt, vinir, fyrir okkur að eiga kirkjufjölskyldu. Fólk sem tilbúið að ganga veginn, sem að skilur mann, sem hefur sama markmið og það að lyfta upp frelsar okkar Jesú. Það biblíulegt og það rétt. Og ég get ekki bara sagt það í fáum orðum hvað kirkjan hefur blessað mig allt líf mitt. Ég fengi þvílíkar opinberunar á samkomum. Ég fengi uppörfun og kraft. Ég fengi ótrúlega gleði. Hérna áðan, ég fór að gráta, ég upplifði alveg rosalega mikla gleði. Það var bara eins og ég væri bara alveg nuts. Ég upplifði bara alls konar tilfinningar. En vinni, þetta drottinn. Og þetta gerist þegar við komum saman í einingu andans. Finnst ykkur það ekki magnað? Hugsið að eiga þetta sameiginlegt. Þú veist, þessa reynslu með Guði. Og fá að heyra orð hans og nema orð hans og læra og verða sterkari og batna og breytast í Jesú nafni. Vinir, við erum kölluð, við erum sköpuð sem félagsverur. Og vitið það, einangrun ekki frá Guði. Það bara þannig. Einangrun býr til geðsjúkdóma, hreinlega. Og ég ekkert að ýkja það, við sjáum bara COVID. Hversu margir óíkt búin að upplifa andlega eiginleika af einangrun. Okkur ekki ætlað að ganga ein. Okkur ætlað að ganga með hvort öðru. Elska Guð og elska hvort annað. Þannig uppfyllist lögmálið, vinir. Ef við erum ekki þar, ef við viljum ekki tengjast öðru fólki, þá erum við ekki rétt frammi fyrir Guði. Út af því að Guð elskar son sinn, hann elskar fólki sitt og hann vill að við umberum hvort annað í kærleika. Það vilji hans. Og vitið það líka vilji hans að sjá okkur vaxa upp til höfuðsins sem Kristur. Amen. Halleluja. Og vitið hvað ég búin að átta mig á? Þetta mikil opinberun og hún kemur svolítið seint, ég veit það. Þegar ég hef áhyggjur, þá ég ekki að lofa Guð. Og allir bara, okkur kemur þessi opinberun svona rosalega seint. Þetta búið að vera álag á alla í 23 ár. En vitið það, fyrst núna, vitið það, ég ætla bara að láta eftir stjórnina. Ég ætla bara að gera það. Guð verður, Jesú verður að byggja kirkjuna. Ég ætla ekki að hafa áhyggjur af því. Ég ætla bara að standa í skarðinu, ég ætla að byggja og ég ætla að lofa, en ég ætla að leyfa honum að sjá verkið. Hérna, þegar ég labbaði inn á þann, það bara einhvern veginn tæknimál í klessu og ég bara verði svo. Mér bara alveg sama.
Vitið, ég ætla ekki að hafa áhyggjur af þessu. Ég ætla ekki að vera einhver blokk, þið vitið, ég get orðið bara svo mikið, þú veist, stoppari fyrir heilagan anda og ég ætla ekki að vera það. Hvað segir María? Amen, það hlaut að koma. Ég er nefnilega búin að vera allt mitt líf til Marta. Ég veit ekki hvar ég er það. Ég horfa á mömmu. En svona í alvörinu talað, vitið það, þegar ég er í áhyggjum, þá er ég ekki í lofgjörð. Það er bara þannig. Þannig leið og ég læt eftir stjórnun og ég fer að lofa Guð og hann er miðpunkturinn, þá fer allt annað að detta í rétt lag. Everything else lines up. Ég get ekki útskýrt það öðruvísi. Og þegar ég er ekki að hafa áhyggjur, þegar ég er ekki í einhverjum mínum elementi, í einhverjum pakka, og ég er mjög oft og hef verið í gegnum tíðina í einhverjum pakka, streitu pakka, allir þolir það ekki, Drottinn blessan, hann er nefnilega ekki þannig. Hann er mjög slakur út að ég tek alla ábyrðina á mínar litlu herðar sem ég á ekki að gera. Jesús segir, varpið áhyggjum á mig. Og vinir, þetta snýst að lofa Guð, gera Guð að kjarna lífsins og elska náungan, að eiga samfélag. Kirkjan snýst það. Þannig að í dag þá vil ég hvetja ykkur mitt í jólastressinu. Setjum bara áhyggjur til hliðar. Jólin koma, við ætlum ekki að fara í streitu, við ætlum að leyfa Guð að starfa út að hann hefur nýtt fyrir stafni í dag. Það eru magnaðir hlutir að eiga sér stað í kirkjans og ég er svo ótrúlega spennt fyrir því sem koma skal. Halleluja. Annað sem ég vildi fara inn á, það er í Jóhannesi 4:3, en sú stund kemur, já, hún er komin. Er hinni sönnu tilbeðendur, muni tilbeða föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn hreinlega leitar slíkra tilbeðenda. Það sem ég var að hugsa í þessu versi er hvað við kirkjan erum ofta einhvern veginn í einmitt þessu. Við erum öll í frösum. En hann er að leita fólk sem tilber í anda og sannleika. Og vitið það, við kirkjan, við þurfum að vera í sannleika. Við þurfum bara að tala hlutina eins og þeir eru. Þú veist, og hætta að flækja hlutina eða búa til einhvern orðskrúð sem enginn skilur. Við þurfum að vera í sannleika og líka vinir þegar við eigum í samfélagi við Guð. Og dóttir okkar, hún Hulda María, hún fór í leysir í vikunni. Mér langar að segja ykkur frá þessu. Og áður hún fer inn að þá stoppar pappina hana og hann segir, ég ætla að biðja fyrir þér, og hann biður fyrir henni. Og svo kemur að Huldu Maríu. Og hann snýsa henni og hann segir, Hulda María, ég vil að þú biðjir fyrir sjálfu þér. Og þá koma svona smá vöflur á hana. Hún alveg býtu, pabbi, ég veit ekki hvað ég að segja. Vinir, ég held að við sem búin að búa til eitthvað form, hvernig við að nálgast Guð í bæn, sem enginn skilur og enginn tengi við, sérstaklega ekki æska þessa lands. Það sem að þau sjá er það sem er ekta. Þau eru búin að fá nóg á hinu. Og vitið það, þau sjá það leið þegar eitthvað er ekta. Og vinir, þegar við nálgumst Guð, þá er fólk að horfa á okkur. Hvernig við nálgumst Guð skiptir gríðarlega miklu máli. Þannig ég hvet okkur, ekki setja okkur í einhverja ákveðna stellingar. Við erum í sannleika. Þegar við komum fram fyrir Guð, við erum í sannleika. Ekki búa eitthvað til, hann veit nákvæmlega hvernig þið líður. Þetta er bara asnalegt. Það er eins og við sem að reyna að blekkja Guðstundum. Hann veit nákvæmlega hvernig þið líður. Og vitið það, hann elskar þig samt. Og hann vil vera hluta af lífið þínu. Hann vil dialógið. Ég meina þegar ég hringi alla, þá er ég ekki að hæja allir minn. Og ég er ekki að setja mig inn í stellingar. Ég er bara hreinskilin við hann. Út að ég elska hann og hann elskar mig. Og vitið það, þegar ég kem í sannleika fram fyrir alla, allir kann að meta það. Það gerir okkar nánd meiri. Og vitið það sama gildur Drottinn. Við þurfum bara að nálgast hann og við þurfum að biðja í anda og sannleika. Og hann er að leita þannig tilbeðendum. Ekki fólk sem er að búa eitthvað til. Og vitið það, ég er sekk þar. Ég veit ekki hversu oft ég búið eitthvað til eða verið með ykkur að frasa. Guð fyrirgefi mér. Því að það virkar ekki. Jesú vil hjarta sem er tilbúið að tilbiðja í anda og sannleika. Og vinir, hér inni fólk sem að tilbiðja í anda og sannleika. Ekki hætta því. Höldum áfram.
Lyftum Drottni upp og gefum honum svigrúm í öllu líf okkar, í öllum kringumstæðum. Hann elskar okkur og hann vil vera hluti af kirkju sinni. Og það sem svo magnað við kirkjuna, við eigum að gera þetta, við eigum að áminna hvort annað og minna á hvað það sem skiptir máli. Og Jesús hér og hann knýr á. Hann þráir að eiga samfélag við okkur. Muniði, elska hann og elska fólk. Það snýst þetta í Jesú nafni. Halleluja. Við munum tilbiðja í anda og sannleika. Þannig að eiga samfélag við Guð og fólki hans, það númer 1, 2 og 3. Og mér langar til að fara í Postulasögn í 2. kafla í versi 46. Daglega komu menn saman í einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð, svo vil ég bara undirstrika þetta, og höfðu vinsældir af öllum. Við eigum að vera vinsæl. En Drottinn bætti daglega við hópinn þeim frelsast létu. Og það sem að gerist eftir að musterið fylltist, þá bara dreifðu þeir úr sér. Þeir fóru að vera bara í, við innganginn á musterinu eða, þeir bara dreifðu úr sér. Og vinni, það ekkert atvörti það að við eigum marga kirkjur út af það, lofgjörð okkar mismunandi. Við fílum mismunandi hluti og það allt í góðu. En það sem við þurfum að gera og við þurfum öll að gera, það að eiga þetta kirkjusamfélag. Við eigum að gera það út af við uppörfumst að hvort öðru. Það miklu auðveldara að ganga veginn með Drottni með öðrum kristnum. Amen. Allt að koma. Í Sálmi 27:4 eins hef ég beðið Drottinn, það veitt þrái ég að ég fá að dveljast í húsi Drottins alla ævidaga mína. Til þess að horfa á yndisleik Drottins leita svara í musteri hans. Halleluja. Annar tilgangur númer 2, að þú þart kirkjufjölskyldu. Var það ekki tilgangur númer 1? Nei, að ég geri Jesú Krista kjarnar lífsins, alveg rétt. Vinir, við eigum að tengjast hvort öðru. Og ég held núna undanfarið, þá einhvern veginn, vitið það hefur vaxið bara kærleiksleysi í heiminum. Og maður finnur það, þú veist að bara á síðustu 20 árum þá hefur svo margt breyst. Fólki farið að vera bara eitt heima hjá sér. Það ekki að umgangast fólk eins og það var vant. Við erum ekki vön að fara í heimsókn. Ef einhver heimsækir mig þá fæ ég bara sjokk. Ef að viðkomandi ekki búin að gera boð á undan sér. Vitið að við eigum að vera gestrisinn. Við eigum að umgangast fólk. Við eigum að eiga nána kristna vini. Við eigum að eiga vini sem eru tilbúinir að ganga með okkur og uppur okkur og hvetja okkur og líka minna okkur á. Halleluja. Og vitið það undanfarið, þá erum við nokkur búin að vera að hittast og ég get bara ekki sagt að í gær vorum við að hittast. Heimi hjá Kolla nokkur. Og vitið það, þessi stund var svo blessuð fyrir mig. Ég fer heim eins og raketa og ég las bara marga kafla í Biblíunni. Ég var svo uppörfuð og blessuð og ég bara búin að vera síðustu viku bara einhvern veginn á kaf í orðinu út af því að eldurinn, vitið það, þegar við erum í kringum annað fólk sem í eldi, hvað gerist? Eldurinn breiðist út. Það kom allt í einu margföldunar áhrif. Og það sem að Guð að gera núna, hann að kveikja eld í kirkju sinni. Við kannski sjáum það ekkert endilega í fjölda, en trúiði mér, það eitthvað að gerast. Og vitið það, Guð að kveikja eld og leið og við tengjumst öðrum, hvað gerist? Eldurinn fer á milli. Og það það sem við eigum að gera. Og vitið það, sumir eru bara komni styttra í trúnni og þeir þurfa eldnött til þess að kveikja í sér og ýta sér áfram. Til þess trúar samfélag. Halleluja. Hann vill að við tengjumst öðrum. Og við erum búin að vera að tala örninn. Áður en Ísraelsmenn fór inn í Kanasland að þá fór Móse með þetta ljóð, þetta trega blandna ljóð, þar sem hann hvatti þá eða lét á vita að Guð myndi vekja upp hreiðrið. Og vinir, ef við ætlum að fara hærra, þá þurfum við að þroskast. Og vinir, ernir geta af sér erni.
Vinir, það sem að gerist þegar þeir sem eru komni lengra fara að huga þeim sem eru komni styttra, við förum að búa til aðra erni. Og vitið það, við þurfum erni, við þurfum fólk með þessa sýn sem að sér yfir fjöllin, sem að sér ekki bara hindranir, heldur sér vilja Guðs í breiðara samhengi. Og vinir, ekki bara það, við erum öll með ólíka hæfileika. Guð vill sjá það alla rísa upp í kirkju sinni. Og veit ég er ekkert besti predikari ever. Það skiptir engu máli. Guð bara kallað mig til þess að gera þetta hlutverk, en hann líka hefur kallað mig til þess að hlusta á Kolla, til þess að hlusta á Guðmund, til þess að hlusta á Þorgils, Árna, fleiri. Vinir, ég á ekki að hlusta á alla. Ég sá hann var orðinn bara reiður í framan. Hlusta á mig. Amen, fleiri þeirra hlusta alla. Ég segi nú bara ekki meir. En svona í alveg talað. Vitið að kirkjan er ekki bara ég. Kirkjan erum við. Og vitið að þangað til við föttum það að við erum öll kirkjan og við erum öll limir á líkama, þá mun hún ekki fungera rétt. Við þurfum fimmfalda þjónustu. Og ef það er ekki spádómsorð, og þess vegna finnst mér svo gott með svona bæn eins og var fyrir orðið, út af hún er spámanleg. Hún sér lengra. Og það sem þetta spámanlega gerir, hún kveikir eitthvað í liðnum. Hún hjálpar okkur til að sjá lengra. Og vitið það, Guð er að reisa upp spámenn í dag. Og við þurfum að taka eftir því. Til hvers er hann að reisa upp spámenn? Til þess að sjá lengra. Til þess að við þurfum að mjakast úr stað. Það var alltaf þannig spámennir sáu það fyrstir og líðurinn fylgdi. Og megi það verða svo. Hér mun vera rúm fyrir spámenn til þess að tala. Er það að hlusta? Það er ég rétt að vona. Halleluja. Dísi Guði. Og vinir, alveg eins og með okkur alla, hjón. Það sem að Guð vill þegar við komum saman og ástir okkar, þið veitir, fullkomnast, ég vil ekki að fara út í eitthvað kynlífstal eða eitthvað svoleiðis, en við eigum að gefa af okkur líf. Gunnar dó næstu hérna, ég bara fann það. Hann dó næstu því. Hann er stundu bara, mamma, þú fórst langt yfir strekið. En veitir það, mér er alveg sama. Það verður bara að hafa það. Það sem á að gerast, vinir, er að við eigum að geta af okkur líf. Þegar við erum, þið veitir, þegar við hittum Drottinn og hann fara að gera eitthvað í líf okkar, þá fæðum við á okkur líf. Það eru ávextir. Það eru ávextir. Ef það er ekki ávextir, þá er ekki þroski. Maður eiginlega sér það bara þannig. Vitið það, alveg eins og börn fara kynþroska og allt í einu geta þau eignast börn, það sama gildur okkur. Vitið það, ef að börnin mín hefði verið að nota bleiu 10 ára aldri, þá var eitthvað ekki alveg í lagi. Og ég bara segi ykkur það, þau gerðu það ekki, þau hættu að nota bleiur bara, þú veist, rétt eftir eins og samvalið. Það gekk allt mjög vel, Gunnar. Sem er eðlilegt. Sem er eðlilegt. Ef það er ekki þannig, og vinir, það er annað sem við þurfum að læra í húsi Guðs. Okkur er ekki ætlað að vera börn. Okkur er ætlað að þroskast. Það er hluti af tilgangi kirkjunar. Það er að hjálpa fólki að þroskast á göngunum með Guði. Að við séum ekki bara börn. Og bara hver kenninga vindur og við erum allt í einu að fókusera á þetta í dag og þetta á morgun. Veit að eitt sem hefur truflað mig við kirkjuna á Íslandi, það er, verið að fá inn alls konar fólk erlendis frá, einn talar í þessa átt, annar talar í þessa átt, hinn talar í þessa áttina og svo erum við alveg hissa að kirkjan rati ekki beina brautir. Hún er nefnilega bara í öllum áttum. Hún er alveg orðin vilt. Bara hvað skiptir máli? Við bara vitum það ekki. Vinir, við þurfum að vita fyrir hvað við stöndum. Og við getum ekki vita það þegar við erum bara með tærnar í orði Guðs. Við þurfum að fara á dýpið. Við þurfum að gera það. Og ég vil bara hvetja ykkur, eftir áramót ætlum við að halda áfram, þú veist, á miðvikudögum með Eden og við ætlum að uppfræða kirkjuna. Vitið, það er svo mikilvægt að vita fyrir hvað við stöndum og þessar stundir eru búin að vera klikkaðar.
Og bara ég blessa Kolla fyrir að hafa bara verið með alla þessa fræðslu. Vitið það, ég er bara búin að fá nýjan eld, ég er bara fann að sjá hlutina bara öðruvísi og Guð er bara að gera eitthvað mjög mikið nýtt. Amen. Þannig að eins og við eigum að fæða af okkur börn, þú veist, það er bara hluta kærleiks samfélagi að geta af sér börn, þá eigum við líka að gera það andlega. Og kirkjan er til þess að við fæðum af okkur, að við séum ekki bara að fá fræðslu, heldur að fræðslan frjóvga okkur og gera okkur þunguð. Og síðan þegar það er komið að réttum tíma, þá fæðum við fram það sem að Guð vill að við fæðum fram. Og oft er það aðrir sem eru styttra á veg komnir heldur en við. Og við eigum að næra þetta fólk og við eigum að hvetja það og við eigum að sjá það blómstra og við eigum að sjá hæfileikana. Og vitið það, kirkjan hefur kannski verið ekki nógu góð þar. Við þurfum að sjá það og við þurfum að lyfta hvort öðru upp. Bara hvetja fólk til að stíga sér til sunds. Halleluja. Amen. Og ég fyrir að Tímóteusbréf 3:15 til þess að þú skuli vita ef mér senkar hvernig á að haga sér í húsi Guðs. Guðs hús er söfnuður lifandi Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og stólpi í þessu samhengi er stuðningur. Finnst ykkur það ekki magnað? Það sem að kirkjan er stuðningur. Þannig ég styð Gunnar, ég styð Guðbjörgu, ég styð mömmu, ég styð Sigga, ég á að vera stuðning, kirkjan á að vera stuðningur. Og vitið það, þegar kirkjan er ekki stuðningur, þá er hún bara ekki á réttum stað. Þá erum við eitthvað annað en kirkja. Og Guð, ég bara trúi því, Guð er að endurvekja þetta í kirkjunni, þar sem að við erum stuðningur fyrir hvort annað. Leyfum því að eiga sér stað og það er eitt af þessu sem að Guð vil fæða fram. Stuðningur. Halleluja. Grundvöllurinn skiptir máli. Í stormi þarf hús að vera byggt á bjargi. Það er bæði sannleikur og samfélag. Þetta kemur heim og saman. Þetta er í rauninu vogaskálar. Sannleikur og samfélag. Það er ekki nóg bara að hafa samfélag, þú þarf líka sannleika og öfugt. Halleluja. Þeir hittust nefnilega í kemum musterisins en líka í heimahúsum. Þannig að bæði er mikilvægt. Hvoru tveggja er mikilvægt og fyrir ólíka hluti. Og mér langar að útskýra það aðeins betur eftir. Nei, ég ætla bara að útskýra það núna. Það sem oft gerist á samkomum, maður fær opinberun og annað slíkt. Það er eitthvað sem gerist þegar við erum saman í einingu. Þú veist, ég hef upplifað svo ótrúlega magnaða hluti á samkomum, en það sem að gerist í heimahúsum, og ég fundi það undanfarið þegar við erum að hitta aðra kristna bara í heimahúsum, það er meiri nánd. Það er meiri intimacy. Þú getur rætt opinskátt, veist, hluti sem eru kannski að eiga sér stað í þínu lífi og þú getur fengið persónlega bæn inn í lífið þitt. Og vitið það, ég upplega hvað mæta mér með stórkostlum hætt á samkomum en líka í heimahúsum. Það er eitthvað við nándina í heimahúsum. Fólk er að bjóða, það er að opna hjarta sitt. Það er að opna hús sitt. Og vitið það, við eigum að vera gestrisinn. Vinir, við þurfum að dusta rykið af því og fara að bjóða fólki heim til okkar. Og við þurfum að eiga þetta persónlega intimate samband og fara að lofa Guð með þeim hætti og biðja fyrir fólki heima hjá okkur og leita Guðs heima hjá okkur með öðru fólki. Það er blessun. Halleluja. Halleluja. En það sem þeir gerðu, fyrst trúðu þeir, og ég er að fara í þetta vers í postulasögunni, fyrst trúðu þeir, síðan voru þau skýrð, síðan tengdust þau kirkju og síðan tengdust þau í heimahúsum. Halleluja. Þegar þú einangra þig, þá er hættan að þú fara að vaða í villu. Rómverjabréfið 12:4, við höfum á einum líkama marga limi, en lifendir hafa ekki allir sama starfa. Eins er við þótt mörg séum einn líkami í Kristi og hvert sig annars limir. Takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni. Halleluja. Númer 3, við þurfum kirkju til að þroskast og verða lærisveinar. Við eigum að vaxa upp til höfuðsins. Og ein af þeim þjónustum sem að Guð hefur sett við þessa kirkju
þetta, að hjálpa fólki að vaksa upp, hætta að vera börn og vaksa upp til höfuðsins sem Kristur. Og það þýðir orð sem að fara á dýpið. Orð sem að kannski allir ekki endilega að predika. En vinir, allt orð Guðs nytsamt til fræðslu, til umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti, ekki satt. Og það sem það gerir að það gerir hinn kristna mann albúinn og hæfan til sérhvers góðs verks. Vitið það, við þurfum allt orð Guðs, það þarf að lesa það í samhengi, til hvers erum við að lesa ákveðna hluti. Það þarf fræðslu. Og vinir, við höfum svolítið mista fræðslunni. Við þurfum bænina, hún þarf að vera virk í kirkjunni, hún þarf að vera í algjörum forgrunni, en við þurfum líka fræðslu. Og vitið það særi hjarta mitt þegar ég hitti fólk sem kannski búið að frelsað í 20-30 ár og það kann ekki grundvallar atriði að mér finnst svona frásögnum úr Biblíunni. Það ekki eðlilegt. Það nefnilega okkar andlega fæða. Þannig að vinir, við þurfum að fræðast og við þurfum að leyfa fólki að tala inn í líf okkar. Og það sem að meira við þurfum að leyfa fólki jafnvel að áminna okkur. Það gott að vera ámyndur. En það þarf að gera það í kærleika. Alli, bara í kærleika. Amen. Þannig að við þurfum að þroskast. Og hvernig veistu að þú ert þroskaður einstaklingum með Guði? Ég skal segja það. You become excellent. Það sést á karakter. Vinið, það sem orð Guðs gerir að það breytir okkur. Allt í einu fyrir að hætta að gera það sem við vorum vön að gera og við fyrir að vanda okkur í alls konar hlutum. Vitið það, ávöxturinn karakter. Og við þurfum vinir, við þurfum excellence í hús Guðs. Við þurfum að setja markið hærra. Við þurfum að leyfa Guð að eiga við hluti í líf okkar. Við eigum ekki að vera að gera sömu mistökin við vorum að gera fyrir 10 árin síðan. Við eigum að þroskast. Og ég segi þetta, sem hvatning. Og það sem að mér finnst æðislegt ég að sjá fólk hérna í þessari kirkju, það að þroskast. Það að taka til sín og það að leyfa Guð að eiga við sig. Vinir, þú sérð á viðkomandi þegar hann á fullu með Guð og búinn að vera að leyfa Guð að eiga við líf sitt. Þú sérð á karakter viðkomandi. Það kemur excellence í kringum fólk sem að leyfa Guð að eiga við sig. Það hættir að vera eins og fjöldinn og við þurfum fólk sem róttækt. Í alvörunni, í heimi sem algjörlega orðin cray-cray, þá þurfum við fólk sem róttækt með Guði. Sem bara tilbúin að standa á sannfæringu sinni og láta ekkert bifa sér. Þar kemur kirkjan inn í. Hún brýnir okkur. Við brýnum hvort annað. Og þannig göngum við saman og sjáum fólk verða lærisveinum. Halleluja. Og vinir, þú hugsa kannski, hvað hef ég fram að færa? Ég ekki predikari, þú veist, upp í hvað á ég að vaksa? Vinir, það alveg rétt, við erum ekki öll predikarar. En við getum öll miðlað. Og vitið það, ég nota tækifæri bara í ræktinni. Ég veit ekki hversu oft það hefur komið til mín og spurt bara, hvað áttu? Þú veist, alltaf glöð. Þú veist. Og þá nota ég tækifærið. Þú veist, ég segi bara, ég tala um Jesú, ég tala um lækningana í gegnum fyrirgefningu. Hvað fyrirgefningin mikilvæg. Og ég að vitna fyrir fólki sem að þið myndu nú eiginlega ekki trúa. Þetta alveg já. Við skulum ekki fara út í það. Ég vil helst ekki segja nöfn hérna í gegnum. En við erum að tala vitið það, Jesús elskar alla. Hann sneri ekki baki við neinum. Og vitið það, ég á góða vini sem eru bara hafa mjög erfiða og vonda fortíð. Og vitið það, við erum bara hreinlega að þekkjast á þessu. Við erum bara að elska alla. Og vitið það, vinir, við erum ekki öll kölluð til að predika, en við erum öll kölluð til að miðla. Þú veist, þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og orð. Akkurat. Það eitthvað við vitnisburðum þinn sem að nær til fólksins í kringum þig.
Vitnisburðurinn okkar skiptir máli. Og stundum þarf ekkert einhverja rosa flókna ræðu, stundum það bara vitnisburðurinn. Vinni, hvað hefur Guð gert fyrir þig? Miðlaðu því. Og þú mun sjá fólk taka við og vaksa. Halleluja. Í Hebreabréfinu 5:12, þó þið í tímans vegna ættu að vera kennarar, þá hafið þið þess enn og ný þörf fyrir einhver kenni ykkur undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir ykkur að þið hafið þörf fyrir mjólk en ekki fasta fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa agað hugan. Hlusti á þetta, að aga hugan til að greina akkurat. Vinni, við þurfum að aga huga okkar. Halleluja. Og eitt annað sem að felst í þessu og að miðla tilbaka. Veit ekki, ég sé oft þroska í því þegar fólk fer að miðla, láta það ganga á milli kynslóða. Og það sem að við þurfum að gera núna, og ég finn bara Guð búin að vera eiga við mitt hjarta varandi það. Ég bara fann að miðla, miklu meira með börnunum mínum en ég var vön að gera. Ég vil sjá börnin mín taka við af mér. Ég vil sjá þau vaksa. Ég vil sjá þau í forgrunni í kirkjunni. Við vorum að tala með þetta daginn. Gunnar var að spá í hvort hann ætti að vera prestur. Ég sagði bara, af hverju ekki? Vinir, miðla. Blessunin er ekki bara fyrir okkur, hún er fyrir börnin okkar. Og vitið það, þegar við erum komin á þennan stað að við erum fann að geta líf, þá erum við fann að huga að fólkin í kringum okkur. Við viljum sjá þau geta líka líf. Og þú vilt sjá þetta ganga mann fram að manni. Og við þurfum að horfa lengra. Við erum að tala spámenn og þeir sá lengra. Halleluja, dísi Guði. Halleluja. Og í 5. lagi, þú ert kirkjufjölskyldu til þess að sýna kærleika Guðs í gegnum trúboð. Hvað erum við að gera hérna? Við erum að gefa fólki tæki og tól til þess að vaksa, til þess að gera aðra á lærisveinum, en líka til þess að fara út og miðla því sem að Guð hefur gefið þér. Mér svo magna með tólsporakerfið. Í 12. sporinu, og tólsporakerfið er byggt upp á biblíulegum prinsipum. Í 12. sporinu þá er þjónað. Vitið það er ákveðnir hlutir sem að Guð hefur fyrir þig, sem að mun ekki leysast úr læðingi fyrr en þú ferð að þjóna Guði. Og vinir, þjónusta er ekki bara að fara á pallin og syngja og spila. Þú getur lofa Guð með fjármunum þínum, greindinni, hæfileikum þínum. Þú getur lofa Guð og þú getur þjóna Guði hérna fyrir utan, en þú getur líka þjónað innan veggja kirkjunar. Það er á svo margan hátt sem að við getum þjóna Guði. Og við þurfum að þjóna Guði. Því að það leysist úr læðingi blessun, ekki bara fyrir okkur, við eigum að vera bikar sem flæðir yfir. Halleluja. Og Guð er að reisa fólk sem er ekki bara umhugað sjálfan sig, sem er ekki, bara hugsa það, fæ ég ekki nóg að borða. Við eigum að sinna okkar með því eiga samfélag við Guð á hverjum einasta degi. Kirkjan þarf núna að hugsa hvernig get ég gefið næstu kynslóð að borða. Og vinir, við verðum að fara að hugsa hlutina upp og nýtt. Við verðum að fara að miðla því orði út af því að, vinir, það er árás á kirkjun í dag. Það er árás. Og ef við erum ekki að miðla, ef við erum bara eins og fúlir pittir, þetta er bara fyrir mig, þetta er bara fyrir mig, þá erum við ekki að endurspegla Jesú. Þetta er ekki bara fyrir okkur. Þetta er fyrir okkur öll. Og það sem að mér finnst magna við þessa þjónustu í tólsporkerfinu, þeir sem eru lengra komnir, hjálpa hinum sem eru styttra komnir. Þannig á kirkjan að virka. Hvernig get ég blessa þig? Það blessar mig að fá að blessa þig. Og vinir, kirkjan á að þjóna. Og eitt af þessu atriðum sem að sýni mér hvort að fólk er þroskað á göngunum með Guði, er hvort það er tilbúið til þess að þjóna.
Fólk sem þroskað á göngunum með Guði tilbúið að þjóna. Það veit hvað það þýðir. Það farið að hugsa hlutina í stóra samhenginu. Það vil sjá Ísland unnið fyrir Krist. Fyrir samkomu, þá hringdi mig kona erlendis frá. Hún hefur einu sinni áður hringdi mig, komið spát á minni í líf mitt. Hún hringdi mig fyrir samkomu í dag. Og orðið sem hún kom með var gjörsamlega brjálæðislega blessað. Hún sagði, í nokkra mánuði þá hún búin að vera að biðja fyrir Íslandi. Hún ekkert komið í einhver tíma. Hún íslensk en búin að búa erlendis í örugglega 30 ár. Guð búin að vera að vekja hana upp gagnvart Íslandi. Og hún sagði, ég bara veit að þið standið á barmi þess að sjá gríðarlega vakningu. Og ég held að hluta því sem að við þurfum að vera tilbúin fyrir að taka utan fólk. Getur verið að vakningin sé ekki byrjuð út af við erum bara reynilega ekki tilbúin að taka utan fólkið? Kirkjan þarf að vera tilbúin. Og hún sagði við mig, hún sagði, veistu að Sibba, ég bara segja þér það, Guð ætlar að nota þessa kirkju til þess að hér mun byrja vakning. Hún sagði, það engin efi í mínu hjarta. Hún sagði, ég bara finna, og hún búin að reyna að hringja mig nokkru sinni, ég bara ekki náð símanum þegar hún hefur hringt í gegnum Messenger. En ég að segja við ykkur, Guð að reisa upp hermenn. Fólk sem þið vitið, þroskað á göngunum með Guði. Tilbúin að sjá vakningun að reisa upp. Og vinir, vakningin snýst ekki mig. Þetta ekki mitt ríki. Þetta ekki ríki Guðmundar eða Kolla eða nokkurs annars. Þetta ríki Drottins. Verði svo. Og þanga til að við erum farin að hugsa kirkjuna eins og Jesú hugsa kirkjuna. Ekki minn vilji, heldur hvernig get ég hjálpa þér? Hvernig get ég lyft þér upp? Að þá ekki hægt að vera með, þið vitið, vakningu. Hún byrjar nefnilega hér. Og vitið, það síðustu vikur og mánuði þá Guð búin að vera að hafa áhrif á huga fólks. Við verðum að hugsa hlutinu upp á nýtt. Og vinir, það alvara í því sem að Guð að segja við kirkjuna sína í dag. Og hver hérna inni tilbúin að svara kalli Guðs? Akkurat. Við erum tilbúin að svara kalli Guðs út af því að hann að gera eitthvað nýtt. Til þess að fá í góða fagra og fullkomna, það þarf endurnýjung hugarfarsins að eiga sér stað. Og vinir, Guð að endurnýja hugarfarið. Hann að vekja upp hermenn. Hann ekki að vekja upp lítið börn, hann náttúrulega líka kallinn litlu börnin inn í ríki sitt. En hann að búa til stólpa. Stólpin stuðningur. Halleluja. Og ég ætla að taka þátt í því sem að Guð hefur fyrir mig. Og okkur öll. 2. Korintharbréf 5:19. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Hann tilreiknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttagjörðarinnar. Ég því erindreki Guðs. Munið það. Þú ert ekki endilega predikari. Það skiptir engu máli. Þú ert miðlari. Þú ert erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðasta Krists láti sættast við Guð. Og vinir, notum tækifærið. Hjálpum fólk að sættast við Guð. Hvar sem að þú kemur, hvar sem að þú hefur áhrif, þá vill Guð nota þig. Halleluja, beygjum höfuðið. Heyra mashikira bahaya. Heilar Jesús. Halleluja. Drottinn viltu vekja upp kirkju þína. Halleluja, gef okkur hæf til þess að vaksa og þroskast. Halleluja, geta af okkur líf. Halleluja, eins og þú vilt að við gerum. Og Drottinn, ég bið Jesús að gefa okkur nýja sýn.
hreinsaðu aug okkar, hreinsaðu eyr okkar. Harabashikirabahaya, Jesús. Halleluja. Íramasiturabashiak, halleluja. Að Ísland mætti frelsast. Heilar Jesús. Og drottin, ég bið í dag, drottin minn, að verka í okkur að vilja og framkoma þér til velþóknunar. Að við séum sannarlega fórn og altari þínu, drottin. Viltu taka það burt úr okkar formi sem á ekki að vera? Viltu taka það burt í okkar lífi sem á ekki að vera? Viltu gefa okkur náð til þess að fljúa upp? Harabashikirabasiak. Lofa þig öllum kringumstæðum. Gera þig að kjarna tilveru okkar. Og drottin, ég bið þig, vilt þú byggja kirkjuna? Megi þinn vilji verða. Í Jesú nafni, í Jesú nafni. Húra shikirabasituramahaya. Heilagur, heilagur, heilagur. Húra satarabashiak, halleluja. Jesús, halleluja.